Komið þið sæl og velkomin í Kompás. Umskipti urðu í lífi Ómars Ragnarssonar fyrir tæpum 3 vikum þegar hann tilkynnti á blaðamannafundi að hann ætlaði að helga sig baráttunni fyrir umhverfismálum. Ómar er þekktasti sjónvarpsmaður landsins. Hann hefur verið opinber persóna í tæp 50 ár, vakið athygli fyrir fréttir, skemmtanir og tónlist, svo lengi sem flestir Íslendingar muna. Í kvöld fjallar Kompás krossferð Ómars gegn Kárahnjúkavirkjun. Hann er hrópandinn á örkinni. Við áttum þess kost að fylgjast með Ómar í nokkra dagsparta nú á haustdögum, einmitt þegar Hálslón var að dýpka hvað hraðast. En hvað er Ómar að gera þarna? Eru einhverjir að hjálpa honum? Hefur hann efni á þessu? En við skulum byrja á því að bregða okkur 10 daga aftur í tíman. Það er 5. morgun 28. september. Fjölmenni er við Kárahnjúka. Tugir fjölmiðlamanna, innlendra sem erlendra, eru mættir til að fylgjast með. Öllum er ljóst að þessi stund markar þáttaskil. Það er verið að loka fyrir rennsli stærsta fljóts Austurlands, Jökulsár á Dal. Áin er að renna í síðasta sinn óbeisluðum Hafrahvammagljúfur. Hinn ógnarstóra Kárahnjúkastífla er risin til að stöðva fljótið og mynda miðlunarlón á stærð við Lagarfljót. Raforkan sem fæst með þessum aðgerðum verður það mikil að hún mun nema 3/4 allrar raforkuframleiðslu í landinu. Á sama tíma, 5 kílómetrum fyrir innan stífluna, grillir í lítinn plastbát á Gljúfurbakkanum. Kunnasti sjónvarpsmaður og skemmtikraftur landsins undanfarna áratugi, Ómar Ragnarsson, hefur með ærinni fyrirhöfn haft fyrir því að koma bátnum sínum, örkinni, á þennan afskekkta stað. Hans tilfinningar gagnvart því sem hér er að gerast eru sterkar. Þetta er einhver dapurlegasti dagur sem ég hef lifað á langri starfsævi vegna þess að hér er verið að hefja mestu mögulegu óafturkræfu umhverfisspjöld sem hægt er að fremja á Íslandi og það á kostnað milljóna ófæddra Íslendinga. Ljósið í myrkrinu er fólki sem flæddi í gegnum Reykjavík í líki Jökulsár fyrir 2 dögum. Nei, heyrðu, þetta er ótrúlega. Þetta nærið allt bákastæði. Já, lögreglan verður að telja þetta bara. Með fyrrverandi þjóðhöfðingja landsins hér við hlið, Vigdísi Finnbogadóttur, var Ómar skyndilega orðinn helsti foringi umhverfisverndar sinna í landinu. 5 dögum áður hafði hann óvænt eins og hann sagði sjálfur komið úr skápnum með því að lýsa afdráttarlausri afstöðu til Kárahnjúkavirkjunar. Mannfjöldinn sem fylgdi honum var slíkur að engin stjórnmálaflokkur getur leyft sér að hlusta ekki á þessar raddir. Ómar neitar því að slagurinn Hálslón sé tapaður. Það skiptir ekki máli hvort slagurinn er tapaður eða ekki. Honum er ekki lokið. Við liggjum í gólfinu í dag á þessum dapurlega degi og höfum verið slegið niður í 7. lotu. En við rísum aftur upp á tölunni 8 og það er 8 mánuðir fram á kosningum og við skulum sjá til. Betra er að falla með sæmd en lifa með skömm. Og við erum 100% öruggum að tapa öllu ef við gefumst upp. Hér er unnið í kapp við tíman. Eftir fáar klukkustundir verður örttækkandi lónið búið að fylla gljúfrið fyrir neðan. Svissneskur jarðfræðingur, Martin Gaffif, aðstoðar Ómar við að safna sínum. Við erum að safna borð í örkina. Blómum, steintegundum. Við verðum með 1 kassa fullan af sandinum sem Jökla var svo vinsamlega að koma með hér upp fyrir 2 árum til að sýna okkur framtíð dalsins þegar hann er þurr í júní. Þá verður meiri hluti hans þakinn þessum sandi sem þornar eins og ég hef hort upp á í hittivira á nokkrum klukkutímum og verður eins og hveiti. Daginn eftir er allt orðið breytt. Það kom Ómari á óvart hversu hratt hækkaði lónunu og þegar hann mætti á svæðið árla morguns stemdi í óefni. Og látur hann að fara? Nei. Jú, vegna þess að ég dró hann langt upp fyrir það sem ég datt í huga hann gæti blóðið getið komið. Og hann var bara að fara. Og ef hann hefði farið þá hefði farið inn í Gljúfrið þá hefði ekki náð hann. Og hann þarf að flýja með jeppan undan hækkandi lónunu. Svo komu hérna 2 hjá Landsvirkjun niður á bakkan og hérna sögðu mig, heyrðu, kom bíll hingað? Hann líti, þú eru ekki undan vegar? Ég sagði, nei, ég kom með hann á þyrlu. Þyrlu, bara djóka. Ok, sannið að ég sé ekki að djóka, finnið þið spórin. Það var ekki það hérna. Þið sjá hvernig þessi gróður er hérna.
Ef þú ert á stórum dekkjum og hleypir úr, þá markar ekki þetta. Og það er löngu sokkið það sem ég átti að hafa valdið eitthvað umhverfisspil. Þú ætlar að gera heila bíómyndir þessu? Ég vona það. Ég geti gert mynd sem heitir Drukknandi dalur. Og það var mjög blaut mynd og sennilega verða vasaklútar blautir líka í salnum. Þar sem báturinn lá á gljúfurbarmi í gær er nú orðið eins og hafsjór yfir að líta. Meðal þeirra sem borð er Sigurður Grímsson kvikmyndagerðarmaður sem ætlaði fyrst að vera bara í nokkra daga við Kárahnjúka en ílentist lengur með Ómari. Minn þáttur er ósköp lítill en leið kannski það að við ákvaðum bara að reyna að festa þetta dokument, reyna að safna saman efni það sem hér er að gerast og við ætluðum okkur aldrei neitt stórt í upphafi en þetta hefur orðið safnast upp heilmikið efni og hvað verður úr því vitum við ekkert. En allavega, það eru til þarna myndir sem ekki verða teknar aftur. Í fyrstu mætti ætla að hér stæðu margir og fjársterkir aðilar að baki, en fljótlega verður ljóst að það er öðru nær. Hinn svísneski Martin mætti á svæði eftir að Ómar sendi hjálparbeiðni til vinafólks á Héraði aðstoð við bátinn. Og 76 ára smiður Völundur Jóhannesson sem á eigið sæluhús í Grágæsadal umgaði sér yfir Ómar í síðustu viku þegar hann af tilviljun sá að báturinn var algjörlega vanbúinn til siglinga. Þá var allur undirbúningur eftir sko, það var bara báturinn og hvolfi hér sem ég fann á mér að ég nú bara hjálpa honum eitthvað það sem hann gæti. Og ég átti allt til kannski, en mótorinn minn var náttúrulega lítill, 4 hestar, við vissum ekki eins og hvort það hægt var að hafa árar á honum. En auðvitað þarf mann að hafa ára svoleiðis að maður getur þó bjargað sér eitthvað við landinu, sko stig. Svo ég fór og skreið undir bátinn og sá hvernig það var og fór svo yfir í Grágæsadal kvöldið eftir og smíða árafæstingarnar. Árarnar komið með frá Egilsstöðum og tóinn. Og ekki vildi Völundur að Ómar færi að sigla án björgunarvestis og rettaði því einnig. Býtu hvernig á þetta vera? Það er auðvitað. Þetta er bara eins og einnað vesti. Já, þú bara sagði. Já, veit það. Ég fór í þetta í gær, sko. Gististaðir Ómars eru aðalega hans eigin bílar á svæðinu. Þetta er þín aðalsefstaðar hérna upp á Karlakoman, ekki? Jú, þessi bíl er búin að þjóna mér í mörg ár. Þetta er Suzuki Samurai, eldgamall, 20 ára gamall bíl. Og ég fekk hann 80.000 krónur fyrir 5 árum. Hann er búin að, hef ekki slegið feilpúst. Og þeim er meira drass sem ég er með í bílnum og þeim er minni sem bílinn er, þeim betur sef ég. Þannig að ég sef langt best í Fiat 126 sem er næstminnsti bíl landsins og sem ég er með á Akureyrarflugvelli því að aðalatrið er þessi síðustu ár sem ég er búin að vera hérna að spara með bílaleigubíla. Ég sagði við Geir Haarde, svona því að hann er nú viðskiptafræðingur að mennt, hérna Sæjan hugmyndaflug EHF sem væri bæði verstrekna fyrirtæki landsins og bestrekna. Það þótti mér mjög fróðlegt. Og skýringin er þessi að sko það er náttúrulega verst rekna fyrirtæki landsins sem hefur störf þar sem að fyrirsjáanlegt að verði minnst kosti 1 milljón krónur í tap á hverju ári. Sko uppleggið er það versta. En það er best rekna fyrirtæki að þýriti til að það er ekkert fyrirtæki í Íslandi sem að reyndir mikið að lágmarka þetta tap. Og ekki eyðir Ómar miklu í fæði. Út allt sjáum við Cheerios pakka. Það er Cheerios í bílnum og það er Cheerios í bátnum. Þetta er hans aðalfæða á fjöllum. Já, það er besta sem ég er með bakflæði skilur og það er það besta sem ég getið. Maður fitnar ekki að því og hérna það er þægilegt og handtakt. Það hljómar að vísu dálítið ríkmannlega að vera með flugvél, bát og 7 bíla. Og til að verkefni gangi upp hefur hann þurft að búa sér til 4 flugvelli á hálendinu. Hann fann sér þokkalega slétta mela og ók síðan jeppunum fram og tilbaka yfir þá til að slétta og úrvarð flugvallur. Já, það er nauðsynlegt. Til þess að flugvellinum að þá verði ég að vera með 3 bíla. Ég verði að vera með 2 til að binda flugvélina niður því ég vildi ekki draga neitt stein inn á völlin og raskaninu og svo 3. bílinn til þess að geta verið í. Þetta farið Síðan er 1 bíl niður á Egilsstöðum, svo ég þurfi ekki að taka bílaleigubíl þar. 1 á flugvellinu hérna við Snæfell. 1 fór ég með upp í Kríkisárana til þess að valta flugbraut þar og svo er 1 á Akureyri. Og svo er þessi bátur og þetta er bara nauðsynlegt en bílarnir eru allir drustur og sumaði fengi gefins og kostuðu ekki nema nokkra 20.000 hver
Og erfitt að koma svona þeir í gang með það síðan stundum? Náttúrulega stór hluti af þessi basli verið það að þessi bílar alltaf að bila. Þetta eru 20 ára gamlar drusturinn sem ég kalla, en þeir eru nú saman staðið sem bara furðu vel. Við kynntumst í seint kvöld á einum flugvellinum að það er ekkert grín að halda tækjaflotanum gangandi. Einn jeppi neitar að fara í gang og Ómar telur líklegast að það vanti bara bensín. Hann tekur sjálfur að sér að vera bensíndæla. Lendur aldrei í því að fá bensínið upp í þig? Mjög langt. Það gerist sennilega ekki oft. Og þegar það gerist, sko, þá við borða grautinn og eftir að þá geta kemur olíubrák út af grautinn. Ekki fór jeppin í gang eftir þetta, en þá er næst að reyna að draga í gang. Jeppin hrekkur í gang, en þá tekur við nokkuð undarlegt. Ómar tekur upp á því að keyra jeppan á fullri ferð eftir flugbrautunum fram og tilbaka. Einhver hefur á orðið að sennilega sé hann að reyna að hreinsa sótu úr vélinni. Að lokum leggur hann jeppanum efst upp í hárri brekku skammt frá til hann geti þá rennt honum í gang morguninn. Það er nú kannski sko annað ævintýri og það þyrfti kannski að búa til bíómynd það. En það þessir bílar eru náttúrulega skrautlegir eins og eigandinn og þeir eru náttúrulega, þeir eru ekki dýrar í kantinum. En þeir komast áfram og það einhvern veginn og þannig alltaf snýst þetta allt og þó að þurfa að stúsast mikið og lyklarnir týnist og þetta sé svona pínlítið stundum í óreiðu, þá visst skipulaga á óreiðinu og alltaf gengur þetta upp, ævintýrið, einhvern veginn. Öll þessi útgerð á fjöllum hefur reynt verulega á fjárhag Ómars, svo mjög að hann og eiginkona hans eru eignalaus. Ómar segir að þau hjónin hafa ákveðið að setja allar sínar eigur í verkefnið og það eina sem þau eigi eftir sé flugvélin TF Frú. Einmitt að þú kemur inn á fjármálin, margir spyrja sig hvernig hefurðu efna á þessu úthaldi hérna og efna þessu útgerð? Ég hef það svo sem ekki, en þetta er búið að kosta mig nokkra milljónir á hverju ári, en ég hef fengið svolítið stuðning og stuðningurinn svona eldir. Ég er bara að velta á undan með skuldum og stuðningurinn eldir þær. Og svo bara það spennandi hvern mánaðamót og bara verkefnið svo stórt að einhver fréttamaður ræfið, sko, hann verður bara svona eins og ég var í göngunni, bara sandkott miðað við stærð þessa máls. Þannig að þú ert ekkert að spyrja persónulegan fjárhag þegar þú ert að þessu? Ekki núna. Kona mín segir hins vegar stundum að henni finnst skrítið að við getum ekki verið svona fólk. og ég skil það mjög vel. Ég er nú vonast til þess að það lagist núna. Nú er versti hjallinn yfirstaði væntanlega í vetur þegar þessari drekkingu er lokið og þá fer maður að reyna að vinna úr þessu og kannski að fá einhverja peninga fyrir það og kannski einhvern stuðning líka. En ég varð bara að klára þetta og ég vissi alltaf að árið 2006 yrði það erfiðast sem ég lifað og af því ég var búinn að eiginlega ákveða fyrirfram fyrir 3 árum að þá verður það miklu léttara núna. Þú nefnir stuðning, áttu svona einhverja velvildarmenn sem vilja svona taka þátt í að sjá þetta verkefni verða veruleika? Það hafa tveir menn hafa stutt mig örfáa milljónir en ég er komin sko í kostnaði upp í 20. Ég fekk styrk úr pokasjóðu og það fleytti mér áfram fyrir aðra mynd sem ég gerði og minningarsjóði líka á sínu tíma og allt þetta hefur alltaf skorið minni úr snörunni, skilur. Og svo kemur alltaf ólinn aftur og maður verður bara að treysta á hjálp Guðs og góðra manna. Ég held að sé full törf á að gera þetta, Kristján Már. Finnst þér eðlilegt? Þetta er mannvirki. Þetta lón er stærsta mannvirki á Íslandi. Það er stærra en þessi mannvirki hérna, steypumannvirki. Og það er einn kvikmyndagerðarmaður sem hefur áhuga á að taka mynd af gerð stærsta mannvirki á Íslandi. Ég segi það er umhugsunarefni. Og ég sé ekki eftir að hafa ætlað að gera þetta. Ég hélt kannski í huga mér, það hlýtur einhver að gera þetta annar. En við sjáum bara núna, það hefði enginn gert það annar.
og ég vonast til þess að það fara að ljúka því tímabilin lífi mínu þar sem ég alltaf einn. En það eru góðir menn sem hafa komið til mín alltaf á síðustu stundu. Völundur kemur hérna þegar ég alveg að lokast. Ég var búinn að bjóða mörgum ráðherrum og það fór alltaf mikil tími í það. Og síðan kemur Sigurður Grímsson eins og engill af himnum þegar ég hef engan tökum með mér. Auðvitað get ekki einn verið á bátnum og einn að taka og allt það. Þannig að þetta var alltaf sloppið fyrir horn. Rétt sloppið. Þetta er eins og lygasaga hvernig það er sloppið. En visti hér í þessum bíl, hérna einn upp á Reginfjöllum í kannski 600 metra hæð við sjámáli og það eru hérna frostnætur. Er þetta ekki aðeins kuldalegt og einmannlegt? Nei, ég bara klæði mig vel og hérna og eins og ég segi, þeim er meira drasl þeim í bílnum þá verður meira rými eftir fyrir mig. Og þegar rými er svo lítið að ég er orðinn eins og í svefnpoka, þá bara hita ég mig upp sjálfur. Svo set ég nú kannski bílinn í gang af og til og svona þegar ég fyrir að skjálfa og hita aðeins og þetta gengi bara vel okkur semur mjög vel þessum gamla ræfli hérna og mér. En svo hefur líka verið að sofa, Völundur á Skála hérna? Já, ég fengi það nótt og nótt þar og ég meira sér sofið í flugvél nokkra nætur. Ég var svo heppinn, ég er búinn að koma Ómar minnstu tvisvar hanga með mér núna og átna að sofa og hafa gott bara. Ég held að hann sofið til klukkan 8 í morgun með þessu, það þótti merkilegt. Ómar hefur nú í 8 ár komið á hverju einasta sumri á þessar slóðir og dvalið þar lengri og skemmri tíma, oftast aleinn. Ég hitti einu sinni í Vopnafirði. Þetta er spurning hugarfar þess sem er einn upp á fjöllum. Þetta er bara spurning hugarfar, ekki spurning aðstæður. Fyrir mörgum árum gerði ég þátt Guðmundarstaðabræður sem eru mikið einir og ég spurði Stefán Ásbjörnsson, er ekki stundum leiðilegt að vera einn? Og hann sagði, og ég ætla að herma eftir honum, þó hann sé nú látinn. Nei, mér leiðist aldrei einum. Ég bara minni á það að þegar Steingrímur í Nesi datt ofan í gjá og var týndur í mörg dægur og var loksis bjargað og hann dreginn upp úr gjánni, þá var hann skelli hlæjandi og hann var spurður, leiddist þér ekki svona einum í öll þessi dægur og hann í dimmri gjánni og hann sagði, nei, það leiðist engum einum ef hann er nógu skemmtilegur sjálfur. Ég ætla að fá mér sokka. Þetta eru bara samskoðan stífil og Gísla upp sem þú var með. Já. Ekkert öðruvísi. Ég er alltaf með vöðlur samt, sko, upp yfir hendur tilbúnar. Já. Nú þurfum að fara að huga, nú leiðir haltur blinda, sko. Ég hef bara notað tyggingismótur á feysi en ekki á skipi. Afmælistilboð fyrir M12 áskrifendur stöðvar 2. Veggfóður, tímarit hönnun og lífstíl. M12 áskrifendum stöðvar 2 býðist blaðið á sérkjörum. Áskrifta veggfóðri á aðeins 399 krónur eintakið. Hringdu núna í síma 550 50 60 og tryggðu þér áskrift. M12, allt fyrir áskrifendur. Póststóð er sérstakur hugbúnaður sem prentar út límmiða með póstupplýsingum og strikamerki, svo hægt er að fylgjast með ferðvörunar öflugt dreifikerfi póstsins á netinu. Það sparar tíma. Þess vegna er konan svona eirðarlaus. Pósturinn, allur pakkinn. Ekki bíða, hafðu samband. Léttbylgjan kynnir. Við höfum beðið eftir að hann kæmi í meir en 40 ár og nú er hann á leiðinni. Hinn eini og sanni Cliff Richard mun halda sannkallaða stórtónleika í Laugardalshöll 28. mars á næsta ári. Cliff mun ásamt stórri hljómsveit flytja flest sín þekktustu lög og verður þar engu til sparað að gera þennan einstaka tónlistaviðburð sem glæsilegastan og meðal annars risaskjáir settir upp sitt hvorum eigin við sviðið. Miðasala á stórtónleika Cliff Richard er hafinn á miði.is og í skífuverslunum í Reykjavík og BT út af landi. Ekki missa af einni mestu góðsögn popsögunar og tryggðu þér miða áður en það verður uppselt. Við ætlum nú að sigla með Ómari Hálslón, heyra skoðanir hans á þeim sem ábyrgðina bera, upplifa það
þegar hann sér og lýsir náttúrugersemum sem eru endanlega að tapast. Og svo eru kannski einhverjir sem spyrja hvort það sé Ómar sem búinn að tapa sér. Framundan löng barátta við öfluga mótherja en við munum berjast. Við munum berjast á ströndunum, við munum berjast á söndunum, við munum berjast í dölunum, á fjöllunum, á hraunbreiðunum, á háhitasvæðunum, berjast á gljúfurbörmunum, á ánum og vötnunum, við munum berjast á eldfjöllunum og jöklunum og við munum aldrei gefast upp! Það kaldur októbermorgun. Við erum langt inn á hálendi Íslands í nærri 600 metra hæð yfir sjávarmáli. 4 stiga frost var nóttina og ís farin að myndast á hálslóni. Það ekkert björgunarvesti. Jú, hérna. Við kunnum ekkert. Freyr Arnarsson, kvikmyndatökumaður, komin í bátinn til að mynda fyrir Ómar í dag. Það svo skrítið með umræðina að undanförnu þegar þú ákvaðst að stíga þetta skref og eins og þú sagt sjálfur fara úr skápnum, þá heyrði ég marga segja nú hann endalega genginn af köflanum, nú hann orðinn galinn. Akkur ég eitthvað meira galinn en aðrir sem hafa skoðanir? Ég galinn vegna þess að ég hef ákveðna skoðun? Þetta grundvöllur lýðræðisins og ég bara að fara eftir ákalli tveggja forystumanna núverandi stjórnarflokka, Bjarna Bendissonar og Hermanns Jónassonar sem sögðu á héraðsmótunum þegar ég var 18 ára og 20. Bjarni Bendisson sagði gjör rétt, þolei órétt og hinn sagði Hermann Jónasson byrja allar ræðurnar á þau eru vestinst högglu svik að þegja við öllu röngu. Þetta bara grundvöllur lýðræðisins. Ég að notfæra mér grundvallar rétt sem að ég hef afsalað mér undanfarin ár og þegar ég kem fram og segi skoðanir mínar þá það með ólíkindum að einhver telji að það sé einhver geggjun. Mér finnst það bara fullkomlega eðlilegt að ég fá nú loksins að tala eitthvað 66 ára gamall. Ég orðinn eins og bara Jón Ólafsson á Bíldal, ég frjálsins á fuglinn. Já, Ómar frjálsins á fuglinn og hér lyftir hann sér til flugs á frúnni til að mynda hið nýja hálslón og lofti. Hann orðinn alveg spinningar. Hvað segir þú eftir samveru við hann í 10 daga? Nei, Ómar ekkert galinn, langt í frá. Ómar sennilega bara einn af þeim fáu sem að fylgir sannfæringu sinni eftir með svona miklum krafti að það vekur svona miklu eftirtækt. Og það sko hvert einasta hreyfing Ómars Ragnarssonar í þessu máli hérna kemur beint frá hjartanu og með fullri vitund og tilfinningu þannig að það alls ekki hægt að segja að Ómar Ragnarsson sé galinn. Hann kannski sér þetta í miklu sterkara heldur en margur annar en engin furða vegna þess að hver nær landinu heldur en Ómar Ragnarsson. Já, þarna hún ennþá. Já, ég lenda að skera í fyrir hann. Við siglum nú að Sauðárfossum sem að hverfa. Síðustu leifarnar af Sauðárfossum sem var mikil og falleg hvítfyssandi fossaröð. Sauðá þverá jöklu og féll hérna alveg niður í botn dalsins í mjög fallegum fossum. Við höfum fylgst með því á örkinu undanfarna daga hvernig fossarnir hafa týnt tölunni einn af öðrum og mjög fróðlegt að sjá þegar að guli liturinn sækir á þann tæra. Þetta voru alltaf mjög falleg ármót hérna fyrir neðan, algjör andstæður þessar 2 ár og það fór fram hérna gerningu fyrir 3 dögum þar sem Ragnar Axelsson og Mekkino, vinnur hans flugmaður og Völundur, þeir settu myndir af svæðinu í fossvatnið og létu flæða út í nýja lónið. Við sjáum einmitt hérna sjáum hvernig jökulvatnið og hver skilin eru. Þetta aldrei magnað að sjá þetta. Og samt jökla núna ekki nema brot af þeim, þetta ekki nema brot af þeim aur sem á sumrin. Þá voru hún bara eins og súkkulaði. Hverju muntu sjá mest eftir hérna?
Að öllu þessu landslagi sem að hverfa? Merkilegast eru hjallarnir vegna þess að þeir segja loftslagssögu síðustu 11.000 ára og eru alveg dæmaleg smíð og eru í raun og veru, þetta samfella, Kristján Már. Það gljúfrin og hjallarnir mynduðust alltaf saman. Þegar hún gróf gljúfrin niður í stöllum og þá mynduðust nýjar og nýjar hjallarinn í dalnum og þetta segir loftslagssöguna. Þetta er það merkilegast í dalnum og hins vegar segna ég mest Botsis hérna. Það voru Staparnir og Rauðaflúðin. Þar var áin stöðuð í verki sem var byrjuð á því að grafa dýpra gljúfur sem hefði orðið rauða gljúfur með rauða gólfi. Bakkarnir voru rautt, bara eins og bara skrautgólf og Rauðaflúðin fyrir innan. Ég sé mest eftir þeim stað. Og þetta er allt horfið núna? Þetta er allt horfið núna og kannski mest af þessum náttúru djásnum, þau eru horfið nú þegar? Það hvarf þetta er eins og í eldgosi, það gerðist langmest fyrst og þessi mestu náttúrudjás sem mér fannst alltaf vera ásamt náttúrulega hálsinu sem er alveg dæmalaus. Þetta er fljótshlíð íslenska hálendisins sem á að sökkva bogadregin 15 km löng hlíð sem sést nú ekki mikið héðan en betur innar. Mjög fáir sem hafa séð þetta vegna þess að útsýnisleiðin hérna hefur legið frá þessu svæði en ekki að því. Heldur að sé með ráðum gert? Ég veit ekkert um það, ég ætla fólki ekki neitt slíkt en þetta fór þannig að þeir sem sá þetta með eigin augum sá þetta alltaf augum megin. Að ferðamennir sem komu hingað, þeir sáu aldrei? Þeir komu hingað og sögðu þetta er bara urð og grót og ekkert varði þetta og það er allt í lagi að sökkva þessu. Meira sé að þeir voru að tala um það við suma þeirra að það væri heill dalur að 25 km inn að jöklinum að þá sögðu þeir, já nei okkur skilist þetta væri bara þetta sem væri næst tímlunni og þá fenguðu bara þessa hugmynd og jafnvel sko ég hef á tilfinningun að það er eins og þjóðin stór hluti þjóðarinnar hafi ekki vilja vita þessu og bara það fór eins og segir í biblíunni sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki. Það var eitthvað svoleiðis í gangi líka. Svo stóð hrópandinn í eðmerkinu? Ekki núna, hrópandinn á verkinni. Nú eru, hvað, 5 kannski ár síðan þessi pólitíska ákvörðun er tekin. Já. 4, 5, jafnvel 6 ár síðan þessi ákvörðun er að mótast hjá stjórnmálamönnum að gera þetta. Já. Var enginn séns þá að láta vita og hrópa? Ég hélt nefnilega Kristján Már, ég var svo bláeygur að halda að vönduð fjölmiðla umfjöllun sem að sýndi þetta allt með og á móti frá upphafi, hún myndi skila sér. Það kom bara í ljós, hún skilaði sér ekki. Ég er búin að hitta svo mikið af fólki sem veit ekki um grundvallaratriðin, eins og til dæmis það að menn skuli enda skrifum það að þetta lón verði hliðstæða Þingvallavatns og Elliðavatns. Þetta er gjör ólíkt. Þetta lón því verður pumpað upp og niður á hverju ári sem svarar heilum Hvalfirði og meiriparturinn af því verður á þurru í júní. Þetta er dæmalaust lón, þetta er dæmalaust vatn á Íslandi og ekki að líka þess saman við neitt annað vatn. Og þarna fann ég meira sé að núna eftir alla þessu umræðu að fólk veit þetta ekki. Og þar brást ég og brugðust svo margir. Þannig að þetta lón verður ekki náttúruperl þar sem fólk getur farið í bátsferðir og álftir og gæsir hér syndandi? Jú, seint í ágúst og september. Það er bara svo stuttur tími af sumrinu. Það getur orðið þetta lón ef að slökkum á virkininni og höldum við kyrru. Það verður ekki gert. Það mun sveiflast upp og niður? Það mun sveiflast upp og niður og það verður gríðarlegt vandamál þegar að þessi langa hlíð hérna, 18 km löng hlíð, verður þakin þurrum sandi í júní. Og svo kemur suðvestanvindurinn og ég hef sjálfur verið hérna nýr á bakkanum sem að núna er á 50 metra dýpi. Þar sem að Jökla var svo vinsamleg fyrir 2 árum að senda sýnishorn upp á bakkan af sandi þegar hún flæddi aðeins. Og á 3 tímum þar sem ég stóð þarna, þegar hætti að rigna og sólinn breyst fram, þá voru þetta orðið svo hveiti. Ég sýndi fréttum þetta, það tók enginn eftir því. Maður veltir því fyrir sér, sko, þegar þú sagðir vönduð fjölmiðla umfjöllum fyrir kannski 4-5 árum. Brugðust kannski fjölmiðlarnir, hefðu þeir þurft að greina meira og betur frá þessu? Ég tel það. Ég tel að máttleysi íslenska fjölmiðla verði í minnum haft eftir að menn fara að skoða þetta seinna og eins og ég segi, ég gerði 2 heimildarmyndir, skrifaði heila bók,
gerðu ótal fréttir, en ég var alltaf í raun og veru, Kristján, með hendurnar bundnar fyrir aftan bak. Ef að ég fór að fjalla eitthvað óskaplega mikið þetta sífellt aftur og aftur, þá náttúrulega varð ég þá bara að hætta því og gera það sem ég gerði loksins núna. Og kannski hefði ég átt að gera það, en það er þarflaust að tala um það núna. Mér fannst, núna þegar ég lít tilbaka, finnst mér eins og meiri hluti Íslendinga hafi verið í afneitun og ekki vilja sjá þetta. En nú sjá menn þetta, og nú siglum við þetta og nú fáum við að sjá þetta eftir á. Við skutum fyrst og ætlum síðan að spyrja á eftir á. Heldur að stjórnmálamennir sem tóku þessa ákvörðun, þeir séu svona sakbætni núna? Ég fæ mismunandi viðbrögð, ég er búinn að fara með fullt af fólki hérna og þeir sem eru ennþá sannfærðir að hafa gert rétt, ég leiði þá hér og segi þeim frá staðreyndum og þeir fara nákvæmlega á mínum hraða. Svo eru aðrir sem segi ekki neitt, en þeir stansa og horfa í kringum sig lengi. Þar sem ég á enga von að ég horfi í kringum sig og ég sé á svipnum að það er svona, ætlum við virkilega að gera þetta? Var það þetta sem við ætlum að gera? Ég les það úr andlitunum, þó það segi ekki neitt. Þetta hluta hjöllunum, er það ekki? Jú, þetta er sko eitt sérkennilegasti hjallinn. Kemur svona út eins og reyndar sennilega eitthvað harðara í honum. Hann verður þarna á kafi eftir þessi viku. Já, alltaf ekki. Höfum það sem okkur kærast í öruggum höndum. Tökum enga áhættu. Ferðumst með beltin spennt. Hópbílar. Hjá Mest færðu mikið úrval af hellum, garðljósum og bílskúrshurðum. Mest, allt til bygginga. Netvistun kynnir vefi frá fleiri ánægðum viðskiptavinum. Drösull.is, dýralækningaþjónusta. Plexigler.is, nánast endalausir möguleikar. NASA.is, lifandi hús við Austurvöll. Reiknivélar.is, allar gerðir reiknivila. Vorum að taka að nýja sendingu af heimasíðum, kynntu þeir málið á netvistun.is. Afmælistilboð 12 áskrifendur stöðvar 2. Fullbúinn Tucson DFD sportjeppi með 100.000 króna afslætti og glæsilegum 300.000 króna aukahlutapakka. Vetradekk á álfelgum, vindskeið, DFD-kerfið með 2 skjám og nokkrar af bestu þáttaröðum stöðvar 2 á DFD-diskum. Aðeins 12 áskrifendur stöðvar 2 fá þennan glæsilega sportjeppa og samkulluðu fólksbílaverði eða frá 2.490.000 krónum. B.O.L. með bílinn handa þér. M12, allt fyrir áskrifendur. En hvað tekur nú við hjá Ómari? Vetur fer að leggjast yfir Kárahnjúka og hann á að mæta til vinnu hjá Ríkissjónvarpinu þann 15. október eftir langt frí og fer þá í þáttagerð. Verður reynt að þakka niður í honum? Í hvaða átakamál ætlar hann að blanda sér? Margir, þú verður eiginlega að láta allan hópinn syngja eitt lag. Við gerum það, Ísland verður skorið. Það er ekki, hefur við ekki að gera það í lokin? Jú, í lokin eða áður eða... Það getur verið mjög gott að gera það á milli. Svo fólki getur tekið þátt af því þessi ganga nær upp á Hlemmi. Hún nær allir leið upp á Hlemmi. Hérna upp á Hlemmi? Ég trúi þér ekki.
ganga nær upp að Hlemmi ennþá. Veistu það, þetta bara svo leið. Þetta bara kvennafrídagurinn. Hún nær upp á Hlemmi, ég var að hringja og hún nær upp á Hlemmi. Núna nær hún upp á Hlemm? Núna? Ó! Hæ, strákar. Þetta stríð sem að vísu erfitt og torsótt sem framundan og í þeirri baráttu hef ég ekkert að bjóða ykkur nema blóð undan nöglunum, svita og tár. En takmark okkar samt aðeins eitt. Sigur, sigur, hvað sem það kostar. Þetta sko eins og ég segi, á hverjum degi þá verður til nýtt ævintýraland og hverfur. Þetta mun hugsanlega eitthvað hamlaðir frá því að sigla hérna á vatnið? Já, sko. Ísmyndun hérna? Leið og kemur fram á hausti þá verður þetta bara fastur ís og hérna þá verður ekkert þetta að gera svona. En það má segja upp á það að þetta njóti sín að þá náttúrulega er þetta langsjámlega skemmtilegasti tíminn að vera með þetta svona. Þetta er allstaðarfrósið. Þetta er náttúrulega... Já. Og virkar bara ágætlega sem ís? Virkar mjög vel. Þetta er nýfundanland, portið og það er mikið af ís og þetta er nýtt land sem við finnum okkar degi. Nýtt landslag getum við sagt. Nýfundan landslag skulum við segja. Það var verið að halda upp á fertugsafmæli sjónvarpsins bara núna fyrir helgi. Já. Og menn nefndu, hvar er Ómar Ragnarsson? Af hverju sést hann ekki meira? Hérna, margir segja sjónvarpsins fyrstu 40 árin, það hefði ekkert verið án Ómars Ragnarssonar, en af hverju ég er ekki gerð svona meira og stærri skil í þessu? Ég hef ekki hugmyndu það var hringt í mig og spurt hvort ég vildi vera viðstaddur sem gestur og ég tók það ekki sem svo að ég ætti að fara í viðtal. Og ég var bara að basla hérna fyrir austan og það bilaði bíllinn og margt gerðist og ég sá ekkert ástæðu til þess að vera að leggja mig mikið eftir því að standa þarna í hópnum þegar þetta hérna er að gera á sama tíma. Og ég veit ekki hvað þetta var enda er það bara ekki mitt mál, en ég var aldrei boðað neitt viðtal svo sem. Það er ekki verið að setja því í salt? Ég get ekki ímyndið mig það, ég byrja að vinna núna 16. október og byrja þá að klippa stiklur sem verða vonandi til sölu fyrir jólinu og svo framvegis og ég mun halda áfram að vinna mín prógram. Og hérna þetta er algjört aukaatriði. Þetta er það sem að skipti máli núna. Gerist núna og aldrei aftur og það er bara einn maður sem ætlar að taka mynd af þessu. Það vísir mig hjálp góðra vinna sem koma að hjálpa mér vegna þess að ég get ekki gert það aleinn. En hafa með reynt að þakka niður þér, sitja þér til hliðar? Utanfrá, ekki innan sjónvarpsins, utanfrá. Það hefur komið mjög mikið þrýstingur utanfrá á mig og ég hef svo sem ekki spurt mína yfirmenn úr því að það hefur komið svona mikið þrýstingur á mig, þá voru vafalaust verið þrýstingur á þá og maður hefur allan tíman verið mjög meðvitaður um þrýsting og það hefur verið hótað að maður er rekinn, það er að segja eins og gert var 1999, ég var sakaður um að hafa misnotað aðstöðu mína og verið óhlutdrægur og fór í rannsókn sem að sýknaði mig og það var mér mjög dýrmætt og gat ég haldið áfram og ég hefði hvenær sem er fram að þessum tíma núna geta farið í slíka rannsókn aftur rólegur og það vissu yfirmenn mínir líka en smám saman var ég komin í þessi aðstöðu ég átti því að allt það sem ég var búinn að vera að reyna að gera til þess að lofa fólki að sjá þetta allt og mynda sér skoðun með allar upplýsingarnar það hafði bara farið fram hjá fólkinu og þá verði ég bara að gera þetta núna svona þó að sé kannski á seint. Það er ekkert á seint, Kristján. Það er allt að bresta á. Það eru allar nýju virkjanahugmyndirnar, allar nýju álvershugmyndirnar að bresta á. Það eru stærri bardaga framundan, svo ég noti það orð, heldur þessi. Og ég ætla ekki að standa hjá. Stærsti bardaginn verður Torfajökulsvæði. Vegna þess að þetta er mesta orkusvæðið og á mjög þægilegum stað gagnvart Suðvesturlandi
Þar af leiðandi munu þeir sem vilja virkja sækja mest inn í það svæði, bara jaðrana þá ekki sé annað, en þetta bara eins og Yellowstone. Þú virkjar ekkert í Yellowstone, ekki eitt einasta hver af 10.000. Og í mínum huga það saman með Torfajökulssvæðið. Þetta ekki langdýrmætasta svæðið sem við eigum á suður hluta landsins, Yellowstone Íslands, og að mínum dómi á ekki að virkja eitt einasta hver og ekki að leggja einn einasta línuveg eða neitt á þessu svæði. Og það verður bardagi, vegna þess að hann mest virði fyrir umhverfisverndamenn og mest virði fyrir virkjunarmenn. Kannski nær það verið að tala að stækka í Straumsvík og virkja í Þjórsá á Suðurlandinu, Urriðafoss og fyrir neðan Stóranúp. Það verið að tala álver í Helguvík og virkja þá á háhitasvæðum á Reykjanesskaga, og það verið að tala álver á Húsavík og virkja háhitasvæði í Þingeyjarsýslum. Muntu koma inn í þann slag? Ég ætla bara að skoða þetta vel þegar að þessu kemur. Ég dreg mörkin á Reykjanesskaganum við Brennisteinsfjöll. Ef að menn ætla virkilega að gera alla Reykjanesskagan af virkjanasvæði, að þá náttúrulega ekki með að ræna neina sátt. Þá bara fá þeir sem vilja virkja allt sitt. Og að Reykvíkingar og nágrannar sveitarfélögin ætli að slá hendina á móti því að vera með þjóðgarð alveg í bara túnfætinum, og í staðinn að gera þetta að leiðslusvæði með blásandi borholum og virkjunum. Ég trúi því ekki, en það þarf kannski að berjast fyrir því að þetta verði ekki virkjað. Og síðan á að taka Kerlingafjöll, og það á að taka Árnar í Skagafirði. Og virkjana hugmyndin í Skagafirði, hún sögð vera endurnýjanleg orka og hrein. Villinganes með lón sem að fyllist upp á 3-4 áratugum. Hún með skemmra líf heldur meðal kolanáma, og menn tala endurnýjanlega orku. Við verðum að fara að setjast niður og átta okkur á því hvað við erum að bera okkur í munn. Skagafjarðarárnar, það bara bardagi sem að bresta á. Háhitasvæðið norður af Mývatni, Kröflusvæðið og Þeistareykir, það eitthvað sem umhverfisverndafólk þarf að hugsa um? Að sjálfsögðu þarf að hugsa um hve langt meira þetta ganga á þessu svæði. Þetta þegar orðið virkjanasvæði. Þetta spurning það hvað menn tegja sér langt og lengra. Hvers vegna ekki aðeins að stinga við fæti núna og bíða að hverju liggur svona mikið á. Við erum með fullt af öðrum möguleikum og sjá hvað djúpboranirnar skila. Ef að þær skila því að við þurfum til að fáar holur til þess að fá orku sem annars þyrfti að útbýja stórt svæði til þess að ná, þá eigum við bara ekki að vaða svona fyrir en við vitum að við tökum eins lítið landsvæði með þessu lítilli röskun og mögulegt er. Og þess vegna eigum við bara að stoppa í 5-6 ár og sjá hvað djúpboranirnar gera. Mér finnst það. Ég skil ekki hitt að vaða áfram með gömlu aðferðinni og vera kannski með 5-6 sinnum stærra svæði undir heldur við þurftum. Já, með okkur hefur verið maður sem heitir Martin, og hann hefur verið að safna grjóti af rauðuflúð. Hann á miklu meira grjót, og síðan tókum við eitt hreiður sem var bara það sem við lögðum að landi á einu stað. Svona helstu jurtategundir, við hefum eftir að gera meira þessu. Ætlun mín að örkin þessi verði nánast algjör hliðstæða arkar Nóa, og þá á ég við það að samkvæmt biblíulegum skilningi þá sigldi Nói í syndaflóði af mannavöldum. Það að segja, flóði kom vegna gjörða mannanna. Þetta flóð hér vegna gjörða mannanna. Það deilt það hvort það sé syndaflóðið eða ekki, en þetta algjör endurtekning. Það munaði minnst ég bjargaði lambi fyrir dag. Það flæddi hérna í sandgryfjum, var mér sagt, ég veit nú ekki hvort þið voru að gera grín á mér. Þeir hringdu og spurðu hvort þið geti komið og bjarga lambi sem í sjálfheldu, vegna svo að búa að gera sandgryfjur, og þar var svona sandhóll sem lambið hafði lokast eins og á skeri. Þegar við komum var lambið farið, en þá hefði þetta verið algjör samjöfnuður. Sem sagt að ég að gera hér eitthvað sem hefur ekki verið gert í 1000 ára, Nói gerði síðast. Heldur það að þú náir árangri, þú hafir áhrif með því sem þú ætla að gera? Ég bara ætla að vona það, og ég engum árangri. Það var bara, voru sandkornin og dropandi sem flæddi niður miðbæ Reykjavíkur. Það var fólkið sem mun ná árangri. Það hreyfingin. Það ekkert sem getur náð árangri í þessu nema að droparnir og sandkornin verði að jöklu,
sem brýst fram þannig að stjórnmálamennir sem eru kosnir að þeir verða að taka tillit til þess. En þetta hlýtur að gefa þér eitthvað? Já, þetta gefur mér það að ég veit að ég er að vinna, ég er sannfærður um að ég að gera rétt, þó að ég geti tekið undir með Bjarna heitnum Benediktssyni sem var eftirlætis orðtak hans var allt orkan tvímælist þá gert er. Þá held ég að ef maður þorir aldrei að gera neitt af því maður er í vafa, þá gerist náttúrulega aldrei neitt. Maður er 100% öruggur með að tapa baráttunni ef maður gerir ekki neitt. Það er eins og Jón bróðir minn sagði þegar við vorum í rallinu, þú vinnur ekki rally sem þú tekur ekki þátt í. Og rally er ekki búið fyrir það búið. Það eru mín einkunnarorð. Hann kendi mér þetta í rallkeppnunum og það kom sér oft vel. Þeim sem vilja kynnast frekar verkum Ómars við Kárahnjúka er bent á vefsíðuna hugmyndaflug.is. Kompás er lokið. Góðar stundir.